Bláæðalokur eru lokur í bláæðunum. Bláæðarnar liggja frá líffærunum aftur til hjartans og þetta eru æðar sem að slá ekki sjálfar. Það er ekki vöðvar innan á þessum æðum eins og í slagæðunum sem ýta blóðinu áfram, heldur eru í þeim svona einstefnulokar. Og blóðið, það fer alltaf í þessa átt því að þessar lokur, þær opnast hérna í þessa átt en þær get ekki opnast í hinn áttina, þannig að blóðið fer getur aldrei farið í þessa átt nema lokurnar séu bilaðar. Síðan eru það bara vöðvar líkamans. Þegar við hreyfum þá ýtist blóðið alltaf aðeins lengra áfram gegnum eina loku og svo næstu og þannig smám saman skilar það sér til hjartans. Þetta er ástæðan fyrir til dæmis við bröltum þegar við sofum, því að ef við stöndum kyrr, alveg grafkyrr of lengi, þetta er til dæmis eitthvað sem að fólk þarf að læra sem er í kór eða þarf að standa vörð eða eitthvað staðar standa grafkyrr lengi, það verður að hreyfa vöðvana smá, þó það hreyfi sig kannski ekki, þá spennir það, er því bara kennt að spenna svona aðalvöðvana til þess að halda þessu blóði á hreyfingu. Því að ef að við hreyfum okkur ekkert, þá er blóðið ekki að skila sér upp til hjartans eftir bláæðunum og þá fer blóðþrýstingurinn að lækka. Og leið og blóðþrýstingurinn sérstaklega í höfðinu lækkar, þá tekur líkaminn bara yfir, þú ert að gera eitthvað sem ég vil ekki og slekkur bara á okkur, það líður yfir okkur. Við missum meðvitund í smá stund, þá getur líkaminn hreyft sig aðeins og reynda að laga þetta.